Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Helgi Jónas Guðfinnsson líkamsræktarfrömuður frá Grindavík en hann hefur rekið líkamsræktarstöð sína í Reykjanesbæ sem hann nefnir eftir æfingakerfi sem hann fann upp, Metabolic, síðan árið 2011. Helgi gat sér gott orð sem körfuknattleiksmaður hér áður fyrr, lék lengi með Grindavík og íslenska landsliðinu, auk þess að leika erlendis sem atvinnumaður. Eftir að skórnir fór upp í hillun á góðu, tók þjálfun við og gerði hann meðal annars Grindvíkinga að Íslandsmeisturum árið 2013. Hann hefur þjálfað Keflavík, var tíma aðstoðarmaður Kjartans Atla Kjartanssonar með lið Álftnesinga en fékk þá boð frá knattspyrnudeild Breiðabliks og á dögunum landaði Helgi Íslandsmeistaratitli með karlaliði félagsins. Hann getur því stært sig af því að vera Íslandsmeistari sem þjálfari, körfuknattleiks og knattspyrnuliðs. Við kíktum í tíma hjá Helga í Metabolic einn morguninn fyrir stuttu. Þetta heitir bara einu Metabolic. Og á hverju Metabolic? Þú veist, þetta annars sem þú fannst til eða? Það var að finna eitthvað nafn á æfingakerfið og þetta byrja þannig að við notum orkukerfin sem svona leiðavísir af hvernig við setjum upp æfingarnar og þá kom eiginlega orðið bara Metabolic sem því bara efnaskipti sko. Og þetta orð sem að þú bjóst til? Já, ég bjó ekki til orðið, þetta bara, en þú veist þetta... Kerfið svona eftir? Já, af því að það svona í grunninn var það orkukerfin sem þessi var leiðarvísirinn af uppsetningu og allt svoleiðis að þá bara kom þetta nafn upp. Hvenær byrjar þessi vegferð hjá þér? Þú byrjar með helgasport inn í Grindavík á Hafnargötunni, eða ekki? Jú, svo selji það 2007 og tek mér svona smá pásu einhvers staðar á milli og ég held, mig minnir að 2011 þá byrjaði í janúar eða febrúar. En þú byrjar, hvenær byrjaðir með helgasport? 2004 minnir mig. Og var það bara, það var bara svona hefðbundið líkamsrækt. Hefðbundið líkamsrækt? Já, bara svona venjulegt sko. Og þú eitthvað að þjálfa og... Já, bara einkaþjálfa og svoleiðis. Einkaþjálfa og svoleiðis, já. Og svo bara þróast þetta einhvern veginn að þá var þetta crossfit að koma rosalega sterkt inn og að þessi hópatímar. Þannig að maður svona fór að sjá fyrir sér, þú veist, get ég búið til eitthvað sem að gerir líkamsrækt svona skemmtilega. Þannig að það var svona leiðarvísir líka að gera líkamsrækt svona skemmtilega. Já. Og hvernig pælingar fer maður út í þegar maður vill gera bara skemmtilega líkamsrækt? Þú spilar alltaf góða tónlist, þú ert rockari. Já, það við skulum segja að það sé að minn tónlistarsmekkur kannski ekki allra. Það er mjög fáir sem, en sko, þegar ég bjói þetta til þegar ég var að hætta sjálfur í körfunni að mér vantaði eitthvað til þess að treyfa mig eitthvað sem það þykir skemmtilegt. Persónlega fannst mér ekki bara gaman að koma í og bara lifta bara. Þó að það breyst aðeins í dag, en þú veist, ég vildi þjálfa áfram, eða æfa áfram eins og íþróttamaður, kannski ekki á sömu ákefð og þú veist, þannig þróaðist þetta eiginlega svona. Ég gerði þetta svona fyrir mig líka, þannig að ég geti haldið áfram að hreyfa mig sko. Ekki ansi margir sem eru bara dálítið þannig, ég veit allavega sem með mig, ég hef aldrei náð mér að strika að fara í ræktina og lifta bara eitthvað og ég þarf að hafa einhvern aga yfir mér, einhvern þjálfara. Ekki ansi margir sem bara kunna vel að meta þetta, þeir bara mæta, þeim sagt til, vinna í x langan tíma, hvíla. Þetta henta mörgum þegar ekki? Já, bara, ég held að sé aldrei hendi rosalega mörgum. Ég veit að það eru margir sem allan í okkar hóp og í öðru líka hjá okkur í Keflavík, Reykjanesbæ, sem koma inn og þá slökkva þeir bara. Já, þau eru ekkert að hugsa. Þeir eru ekkert að hugsa. Og láta bara leiða sig áfram og fólki finnst það rosalega þægilegt að þurfi ekki vera að setja saman eitthvað sjálf, finna eitthvað á netinu eitthvað svoleiðis sko. Svo held ég bara, þegar kannski bara kemur að almenning að þú veist, að þegar þú ert að fara að setja eitthvað saman að þekkingin sé ekki alveg til staðar, þannig að þá verður þetta allt erfiðara. Þannig að fólki finnst rosalega gott bara að koma inn hvar sem það sem hóptími og bara láta leiða sig áfram. Og ekki líka hentugt að þetta ekkert að taka það langan tíma.
fólki komið, fer að heiman og komið heim nánast á einum klukktíma þegar. Já, maður alveg segja það, sko. Eins og segið, þú veist, ég gerði þetta fyrir sjálfum mig, ég nenni ekki að vera lengi í salnum. Þannig og ég tel mig ekkert vera einsdæmi það að nenni að eyða einhverjum 1,5 tíma, ég líka sagt, þú veist, 40 mínútur fyrir mig bara fínt. Þannig að með tíminn eiginlega þannig, það þú veist, uppbytun í svona 10 mínútur. Svo tíminn sjálfur 20-25 og svo eitthvað niðurlag. Og svo náttúrulega tegir þessi hópur kannski ekstra mikið. Já, Ástrún Dulli. Já, ég vil ekki segja að ég sé svona síður fyrir tegirnar, sko. Já, og á þessari æfingu, þú nærið að þú ert að styrkja þig, þú ert að auka úthaldið, er það ekki? Þetta góð brennsla. Við sem skiptum þessu niður í, þar að segja að því ég talaði um orkukerfið, við skiptum þetta niður í svona kraftæfingu þar sem við erum að henda og hoppa og eitthvað svoleiðis. Svo erum við styrktaræfingar og svo erum við þolæfingar og þá notum við þessi glæsilegu hjól hérna sem eru fyrir aftan mig. Ástrún Jónasdóttir grinndísk eins og Helgi Jónas og hefur fylgt honum eftir allar götur síðan Helgi byrjaði með Helgasport á sínu tíma í Grindavík. Jú, ég byrjaði 2004 í einkaþjálfun, svo byrjaði með Metabolic og ég bara búinn að elta síðan. En byrju fram að því, þú æfðu nú fótbolta það ekki á sínu tíma? Jú, ég æfði fótbolta, bara fættist bara bolta með lappana og svo fór ég í fæðingarólof þegar ég átti Dröfn og ég er ennþá í fæðingarólofi. Og Dröfn aftur hvað, 99? 99 módel. Þannig að gerðist lítið eftir það? Nei, svo var hún að ég Bella með leikfimi í Írðhúsinu og ég var hjá henni og svo hætti hún og þá fór ég bara í göngu og hlaupa, svo byrjaði ég Helga. Já, þannig að þú ert greinilega hálfgerður fíkill í svona allskyns Algjörlega, með mikla hreyfiþörf. Og þú ert nú dálítið að stjórna einhver hérna, ert þú ekki bara að stjórna Helga bak við tjöldin? Ekki alveg. Ég leys hann af, ef hann fyrir frí, ég gerði það heima, þá leysti ég hann af, tók ég tíma, það verið að fella niður tíman og þá tók ég tíman. Og svo stjórnaði ég teigjanum hérna. Við höfðum það reglu heima að teigja, vorum að yfirst í svona 20 mínútur að teigja. En ekki þessi tímar sem ég er að taka þátt í núna, þetta er sem 3 í viku, mándag, miðvikudag og svo 5. En ert þú alla daga það? Alla daga nema sunnudag. Alla daga nema sunnudag? Já. Og er það bara þörfin bara? Já, þetta er bara svo gaman. Bara ef þú kemst ekki þá ertu bara ómögulega? Það liggur við. En, ok, þú ert að bara þjálfa stundum. Ertu búin að, þú sækja þér fróðleika eða hvað, lærir þetta bara alltaf Helga eða hvernig? Helga, lærir alltaf honum. Þú ert með svona nýjar teygjur sem maður svona hefur ekki séð áður. Já. Og er það bara allt sem þú lærir frá Helga? Helga og mér bara. Já. Hvenær ætlar þú að stjórna þinni fyrstu æfingu inn í Grindavík? Góð spurning. Ef það væri eitthvað húsnæði sem við getum fengið, þá skal ég stjórna einhverja æfingu. En nú er búið að opna bæinn og þú vinnur alltaf inn í Grindavík. Þú ert að vinna hjá Pétri í Vísi. Já. Og bara komin full starfsemi þar. Já. Já, jú. Búið að opna bæinn, þannig að hefur ekki bara fara að setja press á Helga að fara að starta æfingu bara inn í Grindavík? Jú, ég er sammála. Styttara fyrir að fara í vinnuna þá. Já. Algjörlega, ég er sammála því. Helgi, þú ert náttúrulega, fyrrum afreksmaður, en maður er ekki afreksmaður í íþrótt þegar maður er bæði atvinnumaður og er í landsliði. Þú áttir bara frábæran feril í körfu. Líki fótbolta á seinni stigum, tók þú viðtal við þig fyrra. Hvenær lýkur svona keppnisferlinu? Ég 2009. Þá ég enda tók mér smá frí, svona ég var búinn að fá nóg af þessu, held ég ég man ekki alveg hvað það var 2007 eitthvað svoleiðis sko. Og tók 1,5 ár frí og kom svo í 1,5 sísón. Já, eftir 2009? Tók 2009 tímabilið. Já. Og sætla minninga hefur þetta að taka helvítis skotið. Já, við skulum ekki tala um það. Já, svo vann ég nú eftir helginu, þú komst nú með comeback á fyrsta árinu inn í þjálfun, þá varstu komin í Canavesin og við tókum Nick Bradford tilbaka og reymaður á því skóna. Það var tómistök, sko. Sko ekki að ná í Nick Bradford, heldur bara að ég skuli. Það var tekið var í skóna aftur, sko. Það var helvítis mistök, sko. Já. Og þú hefur þjálfun, 2010-11 tímabilið, þá tekur þú Grindavík. Já. Og ert búinn að vera svona on and off í því, bæði þá til aðstoðar og
og bara, menna, en hvað, þú varst með Álftanes í fyrra, varst hættur hönd? Já, ég var svona til að byrja með, sko, svo tók ég starf hjá fótboltanum í Breiðablik. Já, í fyrra? Í fyrra. Í fyrra? Já, nei, fyrra, sem í janúar núna þá janúar þessu ári, já. Þessu ári þá fór ég til Breiðablik og ég held að kannski myndi ganga upp að sameina þetta, sko, verið báðu, en það bara ekki fræðilegu, sko. Það er svona kláraði samt tímabilið með Kjartan Atla í? Nei, ég kláraði ekki, sko, náði ekki að klára það, sko. Og hvað, og þú komst með flottan status daginn, ertu ekki, hvað, jafnvel eini þjálfarinn sem hefur bæði orðið Íslandsmeistari í hérna körfu og fótbolta? Já, ég veit það svo sem ekki, sko. Ef við tölum gamla tíma, þá voru menn oft í fleiri íþróttum heldur en bara, þú veist, flökkuðu menn svolítið á milli. Þannig að ég er ekki viss að ég sé sá eini, sko. En það er allavega gaman að geta sagt að ég eigi titla í tveimur íþróttum, sko. Það er tóldið gaman að þig, já. Hvernig er starfið hjá Blikunum? Er þetta allt fótbolti, þú veist, allir yngri flokkar eða hvernig virkar? Nei, ég bara er með mistrar og kalla. Þannig að og sér styrktaræfingar og upphitun og fitnessliðina hjá þeim og álagsstýringu, þar að segja með lesa úr öllum GPX-kubbum og séum það. Þannig að það er helviti gaman að fá að prófa, þú veist, einhver aðra hlið og einhver annar íþrótt, sko. Svo virðist þér að gera eitthvað rétt, allavega þessi úrslitaleikur móti Víkingunum, þetta var alltaf spurning. Ég ætla ekki svo sem að eiga ekki taka eitthvað stórt kredit fyrir það, þeir náttúrulega, ég held að hungrið hefði bara verið til staðar eftir kannski séum ekki ákjósanlegt tímabil árið áður. Og svona heyrði ég á mönnum þegar þeir komið tilbaka að þeir voru hungraðir. Og hvað, myndu halda áfram? Já, ég held áfram á næsta tímabil og Það er mig grunar að þú ferð til þeirra inn í Kópavog, þeir koma ekki? Nei, ég þarf að keyra þess vegna, sagði Pétur að ég væri alltaf í bænum en ég hefði viljað fá þau hingað frekar í staðinn. Ég kann rosalega vel við mig bara það sem að ég get gert bara þá hluti sem að mig langar að gera í staðinn fyrir að fara í líkamsrækt. Ég hef prófað að fara inn í einhverja stöðvar, sjálfur bara til þess að lyfta og það finnst mér rosalega óþægilegt þegar ég er búinn að vera hérna bara í sjálfur. Hvernig er típiskur dagur hérna? Þú veist, opnar hérna alltaf bara klukkan? Herru, klukkan 6 á mótnana, já. Tími klukkan 6 á mótnana. En ert þú ekki að þjálfa þann tíma? Yfirleitt ekki, af því ég var náttúrulega alltaf að þjálfa í Grindavík. Já. Þarna hópinn sem við vorum með þar. Og svo er tími í hádeginu og svo tími í seinnipartinn, klukkan 5. En þess á milli þá getur bara fólk komið og eða við lyfta sjá það er lyklabox. Það er bara lyklabox, þannig að ef ég seti í mig rosalega kraft þá get ég fara að koma í... Já, ég tekið aukaæfingu hérna. Tekið aukaæfingu. Og þannig sé opið bara allan sólarhringinn, ef einhver er í vaktavinnu og vill koma á nóttu. Já, þess vegna þá bara getur mætt hvernig sem er, sko. Og hérna er hægt að stunda alliða líkamsrækt, eða ekki, menna... Já, þú hefur, kannski eina sem er náttúrulega ekki hérna er þessu föstu tæki. Já, það er ekkert að taka... Þú getur gert allt, sko. Þú veist, þannig að og ég vildi hafa það þannig að það var kannski ástæðan fyrir kannski þetta er svona eins og þetta er í dag að þegar ég var að byrja þetta þá náttúrulega var fjármagnið ekki mikið. Þannig og þegar við byrjuðum í Grindavík þá kom rosalega stór hópur fyrst, vorum í íþróttahúsinu. Og þá endaði ég með því að þurfti að fara út í fjöru og setja sand í ruslapoka því við vantaði lóð, sko. Svo hefur þetta bara þróast, þú veist, við vorum ekkert með þetta allt eins og við erum með í dag, þessi hjól og vorum með lítið handla og vorum bara með kittilbyllur. En þetta hefur alveg þróast og nú við erum með 3 mismunandi erfiðleikastig í hverjum tíma. Því vorum að byrja á bara 1, þannig að þetta hefur alveg þróast. Hvað er margir að æfa hérna? Það er svona, við getum sagt, fjölmennasti tíminn er hérna á mótnana. Klukkan 6? Já, klukkan 6. Þá eru, hvað ætli sé ekki koma svona 20-30 manns í tíma yfir höfuð, sko. Og svo er líka tími í hádeginu? Og svo er líka tími í hádeginu. Og ert þú með hann alltaf? Já, það er bara misið. Við erum með nokkra þjálfara hérna sem eru aðstofa mig, sko. Já. Þannig að... Og eru þau æfingar alla dagana? Já, alla daga nema sunnudag. Nema sunnudag? Já. Og svo er náttúrulega æfingin alltaf á töflunni. Eins og Ástrún kom í gær og tók æfingur sem var á laugardeginum. Þannig að fólkið, þú getur alveg komið og tekið æfinguna bara sjálfur ef þú vilt, sko. Og það þarf ekkert engan sérfræðing til þess að átta sig á því að það að stunda líkamsrækt er bara
Er þetta ekki nánast lífsnauðsynlegt? Þetta bara, þú veist, allra minna bót, sko. Það er bara... Og andlega heilsu og allt? Já, ég held að svo er alltaf að vera að koma, þú veist, fleiri og fleiri rannsóknir í að, þú veist, þetta bara, þú veist, það veit náttúrulega enginn hversu lengi að lifi, skilur, en þetta eykur lífsgæði, skilur, hjá fólki, þú veist, og eftir þess að maður eldist, þá náttúrulega tapar maður styrk og kraft og vöðvamassa. Þannig að maður þarf að halda í það ef maður ætlar að eiga góð elli ár. Og ef maður er eitthvað að hugsa þennan hérna, þá er væntanlega nánast nauðsynlegt að gera eitthvað, er það ekki? Jó. Ég stökk bara á þegar ég steg á viktina í síðustu viku, ég hef búin að stíga á vikt síðan. Og ég bara, nei, hingað ekki lengra. Og þá náttúrulega sjálfkrafa fer maður að huga að bara mataræðinu, vill ekki oft haldast í hendur? Jó, það helst ég segi oftast í hendur, skilur, að þegar þú við getum satt ákveðri staðfestu í einhver sem út að taka það fyrir hendur, sem bara líkamsræktinni, þá sem sagt virðist það oft bara fylgjast í hendur að mataræðið, ég er ekki að segja að verði 100%, en það lagast, sko. Hugsa meir út í það. Ertu með eitthvað svona, það er engin ein leið til í því væntanlega, varðandi mataræði, eða hvað, Nei. Er ekki nánast bottom line að borða ekki of mikið? Við getum sagt að það sé það fyrsta, skilur við, sem þú þarf að skoða að skammtastærðir og allt svoleiðis, sko, svo þarf að fara, þú veist, þegar lengra er komið, kannski samsetningu, prótein, kolvetni og fitu og eitthvað svoleiðis, sko, en það sem held ég skiptir kannski allra mest, og það er eins og bara saman með líkamsrækt, að þú verður að finna eitthvað sem henta þér, eitthvað sem að þú átt auðvelt með, ef þú ert að ströggla við það, þá mun það aldrei ganga, sko. Ekki til lengdar. Þú veist, þú getur gert það einhvern next tíma og svo bara, þú verður bara að finna eitthvað sem að... Sem að getur gert það rútinu? Já, sem að henta þér bara, skilur við, og svo, þú veist, og taka þetta í litlum skrefum, ekki bara, þú veist, kollvarpa öllu saman. Pétur Pálsson í Vísi hefur ekki verið alveg eins lengi, en hann var einn þeirra sem setti press á Helga að bjóða Grindvíkingum upp á tíma í Keflavík, en Grindvíkingar bíða spenntir eftir að geta tekið þráðinn upp í íþróttahúsi Grindavíkur. Pétur, þú ert alveg svolítið bara löðrandi sveittur. Hvað ertu búin að vera lengi í þessum æfingum? Ég er búin að æfa undir handleysi Helga á 14 ár. Þannig að það byrja náttúrulega inn í Grindavík, grunar mig. Já, byrjaði niður á Hafnargötu sem núna er Markastás. Færist síðan upp í Íþróttahús. Svo kom eitthvað COVID-dæmi og þá fórum við inn í bílskúra. Og svo fórum við upp á gamla verbúð í Sævík 2 í Grindavík. Já, en við þessar hremmingar allar inn í Grindavík, þú flyttur fljótlega inn í Reykjavík, höfuðborgarsvæðið, er það ekki? Já, það er bara að saga eins og flestum, nokkur sem ég byrja upp í sumarbústað og svo fer ég á Þórsgötuna og nú komin í Garðabæinn. Og engar æfingar á þeim tíma? Nei, ég reyndi það sann í Mjölni, en þetta var svo mikið óreiðu öllu að það er ekki fyrir að við gátum stilt þessu upp aftur hérna á fittunum. Og kom bara beinirun frá ykkur sem höfðu verið að æfa hjá honum? Já, við vorum bara að býta tækifærinu og heimtum það að Helgi, ég baði reyndar að fá þetta í bæinn, hann vildi það ekki, þó að hann væri að þjálfa í rétt hjá mér, sko. Þannig að hann vildi ráða sjálfur, sko, og vildi hafa þetta hér. Og hvað, hafa þessi tímar verið svona þannig sé eins frá upphafi? Er þetta alltaf sama upplegg eða hvernig? Nei, hann er búinn að vera að læra í Svíþjóð alveg árum saman og alltaf að breyta þessu og það er bara, þetta er svona ákveðið prógram sem hann er með og við erum allavega hérna ennþá. Já, og hvað, það mætir rétt fyrir 7, það byrja klukkan 7 að teygja, svo bara tekið á því? Já, tíminn í Grindavík var 6, þannig að það þurfti ekki að vakna fyrir klukkan 6. Og núna er tíminn 7, þannig að maður vakna bara ennþá klukkan 6, aðeins lengri keyrsla. Já, og bara tekið á því í svona tiltölulega stuttan tíma og bara klárað að öll æfingin tekur ekkert meira einn klukkutíma með teygjum og öllu. Já, við erum svona með teygjum og öllu klukkutíma og við höfum bara þá reglu held ég öll hérna að gera allt sem hann segir og hlýða honum. Já. Það er endar svolítið hættulegt, sko. Hann þarf að átta sig á því að hann er með líf okkar í höndunum og ef hann leggur ómikið á okkur þá er það á hans ábyrgð, sko. Og þetta er væntanlega nauðsynlegt bara upp á, það er öllum hollt að stunda einhverja líkamsrækt. Já, það er líkamsræktin og svo náttúrulega bara félagsskapurinn. Og það er það sem Grindvíkingar sakna, það er þessi
föstu atriði sem í lífinu, svona utan fjölskyldu og vinnu. Það eru bumbuboltinn og æfingarnar og kórinn og allt þetta. Já. Og það bara undir okkur sjálfum koma að reyna að tesla því saman og koma einhverstað saman sem að passar. Já. Hvernig sérðu fyrir þér að bara þessi æfing verði tekin inn í Grindavík? Helgi ræði því bara eins og öllu öðru. Já, og það er jafn langt fyrir mig að fara þangað eins og til. Já. Ég reikna ég er 10 mínútur að keyra frá Stapanminga þegar ég keyri til vinnu í Grindavík, þannig að þetta svipað? Já, ég þyrfti sennilega að vakna, sennilega slippi ég með að vakna 6. Þó það væri Grindavík. En yfir höfuð, þú ert ekki bara bjössinn á bara fram til Grindavík, og opna bæinn og... Við vitum alltaf ekki hvað skrattin gerir þarna niðri, en með að hann stoppa okkur ekki, þá sé ég ekkert annað en að verði mjög stór og mikil tækifæri fyrir alla sem verður að stunda atvinnustarfsemi. Það er lengra í að við náum að byggja upp samfélag sem var. En það þarf ekkert að taka mjög langan tíma að byggja upp atvinnulífi og það verður að tala 2-3 ár, sko. Já, það verður ekki bara high five hjá okkur þegar Helgi verður byrjað með æfingarnar aftur inn í Grindavík? Jú, það eru nokkur atriði, sko, bæjarstjórnin þar er góðan til Grindavíkur og Helgi. Já. Og það er verið að opna sjoppu og þá fer það svona að fá normaliseringu aftur, sko. Díana, til hamingju með 20 ára afmæli Bjargarinnar. Takk fyrir kærlega. Fyrir fólk sem að þekkir þetta ekki, hvers slags starfsemi fer hérna fram hjá ykkur? Já, Björgin er athvarf og grunnendurhæfing fyrir fólk 18 ára eldri sem að kljást við einhvers konar geðheilsuvanda. Við erum dagúrræði, opin frá korter yfir 8 til hálf 4 mánudag til 50 og korter yfir 8 til 12 á föstudögum. Og hvernig er starfsemin hérna? Við erum 5 konur sem vinnum hérna, 2 ráðgjafar í grunnendurhæfingunni, ég sem er forstöðumaður og svo erum við með ráðgjafi í athvarfi og svo erum við með leiðbeinanda í iðju. Og hvað er þetta fólk að gera og hvað eru ykkar skjólstæðingar að sækja í? Já, það er nú alls konar hægt að gera hér. Við erum sem staðsett í 2 húsnæðum og grunnendurhæfingin fer að mestu fram í Hvammi sem er hérna hinum megin við götuna. Það er á 3. og 5. þá er hópatímar og fræðsla og svo eru þeir sem í endurhæfingu með föst viðtöl hjá ráðgjafa sem heldur utan þeirra endurhæfingaráætlun. Þeir sem sækja athvarfið er að koma á eigin forsendum og það eru í langflestum tilfellum einstaklingar sem eru komnir á örorku eða einstaklingar sem eru á atvinnuleysisbótum, fjárhagsaðstoð og sækja sér einhvers konar félagslega virkni. Hér er hægt að fara í púl, pílu, alls konar föndur, göngutúrar, við erum með bíódaga, við erum með bara svona, hvað maður að segja, tækifærisföndur þegar það eru páskar og jól og valentínusardagurinn og við reynum líka að fara til dæmis upp í fjölsmiðju, fara í fjöruna og tína steina, allt sem við erum að nota í föndur, fara á kaffihús, svona ýmislegt. Þú ert búin að vera hérna í dágóðan tíma. Það er langt síðan að komast hérna fyrst. Já, ég áttaði mig á því þegar við áttum afmæli, 20 ára afmæli, að ég er búin að vera hér helminginn af þeim tíma og mér brá svolítið að því ég áttaði mig ekki á því hvað væri komið mörg ár. Því mér finnst alltaf jafn gaman að mæta í vinnuna og vinna þetta. Hvernig finnst þér þetta búið að vera að þróast? Já, sko, ég byrja fyrir 10 árum sem ráðgjafi og þá voru töluvert færri að mæta en eru að mæta núna, en samt sem áður tugir einstaklinga. Mér finnst undanfarin ár þróunin hafa verið á þá leið að það er komin ákveðin vitundavakning, bara gagnvart geðheilsu og því að við höfum verið svolítið falið úrræði hérna finnst mér, en það er sem betur fyrir að breytast og það er minni feimni og skömm gagnvart því að vera að kljást við einhvers konar geðheilsuvanda sem að mér finnst bara gríðarlega mikilvægt. Það er rauninni mikil breyting sem orðið þar. Fólk var að hlaupa með þetta í fellur. Já, ég finn það svolítið á þessum 10 árum sem ég hef verið að við erum að fá alls konar fólk sem er að kljást við allt frá mjög vægum geðheilsuvanda upp í mjög alvarlega geðsjúkdóma, en það skiptir ekki máli. Hér erum við bara öll eins, við erum öll bara að reyna að byggja upp einhverja rútínu og virkni í okkar lífi. Hér leggjum við mikla áherslu á það að bera virðingu fyrir hvort öðru, mæta hvort öðru þar sem við erum stödd og bara koma saman, fá okkur kaffi, spjalla og eiga notalega stundir. En hvernig kemur fólk til ykkar? Eru tilvísanir á ykkur eða fólk að leita hérna bara á eigin vegum? Sko,
það bæði í boði. Það hægt að senda tilvísun, en það líka bara hægt að hringja, stoppa í kaffi, félagsþjónusturnar á svæðinu, virk, samvinna, heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Fjölsmiðjan, Hæfingustand, það vita allir sem eru að vinna í þessum bransa hver við erum. Og við höfum fengið fólk bara út á götu, já, frændi mér sagði mig frá þessu eða mamma sagði mig frá þessu eða vinkon mér sagði mig frá þessu, þannig að það ekki þannig að það engan kríteríur til að komast hérna inn, það bara að mæta eða hringja. En þetta getur samt verið, þó að feimnin sé minni, þá getur þetta verið svolítið stórt skref fyrir fólk að stíga. Algjörlega, þetta mjög þung skref fyrir marga og þess vegna leggjum við mikla áherslu á það að þegar fólk eru komið í fyrsta skipti þá viljum við helst bóka það hjá okkur í tíma, þannig að við getum tekið á móti því. Af því að við erum oft mikið bókaðar og ef einhver bara dettur inn á götunni þá ekkert endilega víst að við séum lausar. Þannig að það besta að við getum bókað fólk hjá okkur, þannig að við getum bara tekið á móti því og spjalla við það og labba með því húsin okkur og sýnt í starfsemina. Það svona oft gerir hlutina auðveldari. Þetta ekki úrræði bara fyrir fólki í Reykjanesbæ, þetta fyrir öll Suðurnes. Já, öll Suðurnes. Reykjanesbæ rekur út úrræði, en og hins sveitarfélögin greiða inn í það, en þetta fyrir alla sem eru búsettir hér á Suðurnes. Og fólk af öllu svæðinu duglegt að sækja ykkur? Reykjanesbæ náttúrulega stærstan hluta af þeim einstaklingu sem hinga sækja, en það eru einstaklingur úr öllum sveitarfélögum hér, já. Hvernig myndirðu lýsa svona hefðbundnu degi í Björgin? Hefðbundnu degi? Það mjög misjafnt svona hvenær fólk fer að streyma í hús. Það fer allt eftir árstíma, dögum og veðri. Við höfum mætt hérna mánudegi og fólk bara líka við mætt á Húnin. Svo höfum við líka mætt hérna mánudegi þegar fólk að streyma inn 10:30. Það bara ótrúlega misjafnt. Skammdegið að hafa áhrif á fólk? Já, það gerir það. Og ég finn það alveg sjálf. Það svona erfiðara að koma í þessara stað á morgnana. Þannig að kannski þessa viku núna, þar sem að hverjum 10 sólarhringum þá lengir daginn klukkustund. Það kannski þá að birta til í fólki líka. Það gerir það, alveg klárlega. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Njarðvíkingurinn Elvar Már Friðriksson körfuknattleiksmaður í fremstu röð og hefur undanfarin rúm 10 ár leikið sem atvinnumaður í útlöndum, þar af 2 síðustu í Grikklandi. Elvar sagði okkur frá lífinu í Grikklandi, veðráttunni og matarmenningunni. Gríska deildin með þeim sterkari í Evrópu og til dæmis varð Panathinaikos sigurvegari í Euroleague, sterkustu Evrópukeppninni á síðasta tímabili. Grísk lið mega tefla fram 6 útlendingum og skiptir ekki máli hverrar þjóðir þeir eru. Elvar nýtur þar af leiðandi ekki neins Evrópuafsláttar eins og tíðkast til dæmis í íslensku deildinni. Elvar fór yfir gott gengi íslenska landsliðsins að undanförnu en byrjaði á því að segja okkur frá stemningunni á leikjum í grísku deildinni. Það yfirleitt svona 15 til 17 gráður núna þessa dagana og sól. Svona flesta daga, þannig að allavega svona peysuveður. Það veturinn hérna. Já, og allan veturinn þetta ekki, þetta svona tiltölulega þægilegt, svona aldrei of heitt yfir veturinn væntanlega. Jú, þetta bara yfirleitt. Núna síðustu 2 mánuði hafa þetta verið 15-20 gráður og kannski verður næsta 1-2 mánuði og svo byrjar að hitna aftur, þannig að þetta bara mjög þægilegt. Hitastig, svona kannski góður sumardagur á Íslandi, myndi ég segja. Já, þannig að þú ert ekkert beint að sakna Íslands ákvarðat núna? Nei, það alveg nóg að koma heim í þessa viku í landsleikjahljóðunum og fá kuldan í andlitið, þá maður tilbúin að fara út aftur. Já, en á móti væntanlega mjög þægilegt að koma til Íslands á sumrin. Þú myndir ekki vilja vera út í Gríklandi kannski ákvarðat yfir sumari. Það ansi heitt þar þá eða ekki? Nei, það var alltaf líft hérna á sumrin, það eitthvað kringu 40 gráður og mikið skógarelda og þess áttar, þannig að ég held að sé bara best að vera heima á sumrin. Þá Ísland bara best. Já, klálega. Ég í Aþenu núna, í norður Aþenu og búin að vera þar síðustu 5-6 mánuði. Og þetta þitt annað ár út í Gríklandi. Hvar varst í fyrra? Já, ég var í Þessalóníku í fyrra sem í norður Gríklandi og nú ég búin að færa mig alveg niður í suður Gríkland, bara hinendan á Gríklandi, þannig að ég búin að prófa núna bara staði. Ok, og þetta hljómaði rosalega grískt, þetta fyrra nafn. Ertu orðinn góður í þessu tungumáli?
Þetta nú mjög erfitt tungumál en maður svona eitt og eitt orð sem maður getur lært. En það mjög erfitt að bera þau fram og svona náttúrulega öðruvísi stafróf og svona, þannig að það kannski aðeins erfiðar að læra það. Og þú ert auðvitað með þína fjölskyldu, með kona og hvað ertu komið mörg börn? Bara eitt strák eins og Já. Og hvernig, hvað eru þau að gera? Hann náttúrulega bara í sínum leikskóla væntanlega, en frúin? Sko, hann ekki í leikskóla en þau eru búin að vera svolítið að fara fram og tilbaka en hann er búin að vera í leikskóla heima í Keflavík og en svo þegar þau koma út þá eru þau bara að reyna að dóla sér eitthvað, finna sér eitthvað að gera. Við erum með hann á körfuboltaæfingum í Marúsi og reynum að stytta daginn með að fara út í góðæri og eitthvað svona en það er volítil daskra fyrir þau svona eins og Já. Ég átti nú ekki að vona að ég heyra þig segja þetta heima í Keflavík. Já, ég er reyndar býr í Njarðvík en ég lenti heima á Íslandi en hann í leikskóla í Keflavík. Já, þetta bara til í upptöku heima í Keflavík. Ég held ég myndi aldrei heyra Elvar Már Friðriksson segja þetta. Ég heima í Njarðvík en í leikskóla í Keflavík. Grísk matamenning nokkuð bara þekkt og fræg. Já. Ertu komin mikið inn í hana? Ertu að fíla gríska matinn alveg? Já, sko, í fyrra þá var ég mjög lítið í því en í ár borðaði ég á veitingastað sem með sponsorar liðina, við getum farið þegar við viljum og fengi gríska mat og ég alveg féll fyrir grískri matamenningu og hef verið að prófa áfram á alls konar stöðum og bara þetta ein besta matargerð sem ég hef upplifað sko. Og hver er uppáhalds svona gríski rétturinn? Það það klassíska bara, eins og þetta souvlaki, þetta mikið bara kjúklingur á teinu og svo allt þetta ferska salat með þessum oljum, feta og ostarnir. Svo fór ég á stað helgina og það voru lambalæri og það var mjög gott. Þeir eru mikið með lamb og svo náttúrulega fisk líka. En maður bara duglegur að blanda þessu sko. Já, en þegar þú ert heima í þínu eldhúsi, ertu farin að slá þig með bara grískum réttum? Ef einhverjir íslenski vinir kom í heimsókn? Ég þarf að fara að læra það svolítið. Það getur ekki verið flókið, þetta allt mjög svona, þetta allt svona mjög einfalt lítur út fyrir að vera, þannig að ég ætti að geta fundið út úr því, ég ágætur í eldhúsinu. Það líka eitt áhugamál sem ég get komin að, ég er mjög duglegur að elda og spá í mataræðum og svona, þannig að ég eyði miklum tíma í eldhúsinu. Sko, hjá mér núna liðið sem ég er rosalega illa sótt. Við erum í sömu götu og eða sama hverfi á Panathinaikos sem bara stærsta lið í Evrópu. Þannig að hinum með við götuna eru 20.000 manns á leik og svo hjá okkur eru kannski örfáar hræður en það var kannski öðruvísi upp á teningnum í fyrra þar sem þegar ég var í Norður Gríklandi þá var PAOK bara eitt af aðliðunum og þá fekk ég að upplifa leiki sem bara ég mun aldrei fá að upplifa aftur, þú veist. Við spiluðum til dæmis sögufrægan leik á móti Aris sem líka Þessalóniku og það hægt að sjá það á YouTube hvernig það kastað svona klósepappir og alls konar drasli inn á völlin í uppkasti, þú veist. Á leiðinni í leikinu voru 2 svona sérsveitabílar fyrir framan og aftan okkur til þess að passa upp á okkur og lappaði inn í höllina bara með skildi í kringum okkur út að í geðveikinu svo mikil, þannig að það var kannski svona upplifun sem ég á ekki eftir að upplifa aftur en svo svona þessi minni leikir eru kannski bara ekkert ósvipaðir og kannski bara heima sko. Já, ok. En svona í þessum, þessi svona stórlið, þá allt bara, 20.000 manns? Já, eitthvað kringu það, 10-15 manns á leikjum og þá þetta allt annað bragur, þá þetta svolítið svona, þá þetta allt svona stórt og mikið, sko. Já, og mikið læti og það ekki í leikjum, bara, þú veist, það svona mikið af fólki, ekki mikið öskráð og erfitt að heyra í, leikli, hvað þjálfarinn að segja, eða hvað? Jú, algjörlega,
Við til dæmis lentum í leikum daginn sko og fórum að spila á Rhodes og þá eru stúkurnar fyrir aftan varamannabekkin. Þá erum við svona lúðra fyrir aftan bekkina alltaf í leikli. Það eru 5 fullorðnir menn með lúðra. Þannig við heyrðum ekki neitt, þannig við bara slepptum leikli þann leikinn. Þannig að það er alls konar svona vitleysa sko. En sko ég fór aðeins svona hugsa þetta, þú veist, ok, þessar reglur varandi útlendinga í þessari deildi á þér. Þetta eru þurfa að vera 6 Grikkir í hóp. Allt annað mega bara vera kanar eða ekki, bara Bandaríkjamenn. Jú, bara skiptir ekki máli hvað það eru sko. Lítur það ekki að svona afreki að hvað að kalla það að þú sett að spila á svona stóru leveli út í Evrópu. Þeir gætu verið bara með eintóma Bandaríkjamenn en þú hlýtur þá að vera ansi góður fyrst að þeir taka bara Íslendingi í staðinn fyrir að geta, og mig grunir alveg að það er svo mikið af frábærum könum og jafnvel ódýrari. Þannig að þetta ekki dálítið mikið hrós í þitt hnappakast? Jú, ég myndi alveg segja það sko, þú veist, þegar maður klappar sjálfur sér á bakið, þú veist, það er alveg auðvelt að skoða 2 prófíla, einn frá Íslandi og einn frá Bandaríkjunum og velja hennar frá Bandaríkjunum því það er meiri svona körfuboltaþjóð og svona algengar að það gerist, þannig að það er bara gott að geta verið komin á þennan stað til þess að, þú veist, vera valinn einn af þessu leikmönnum til að fá að spila í þessu umhverfi sko. Þetta er náttúrulega bara mikið samkeppni í öllum stöðum og ég hef unnið mig bara jafnt á þetta upp, þú veist, bara frá Íslandi, þannig að maður hefur tekið þetta svona skref fyrir skref og öll þessi erfiðisvinna og allar þessar fórnanir eru loksins að borga sig. Einmitt. En hvað heldur að sé svona sem að setja þig þá framar en þá alla þessa kanna, skilur mig, okkur heldur að þú er bara þín geta inn á vellinu sem slík eða ertu þinn karakter eða? Ég ætla að sé ekki bara að blanda að báðu sko, bara bæði geta, leikskilningur, svona það er komið með mikla reynslu og svona reyni að láta bera svona gott tala með karakterinn, þú veist, að sína sína bestu hliðar alltaf, þannig að það er bara svona sitt lítið að hverju held ég sem hefur skilað þessu og svo náttúrulega bara hef ég náð að standa undir þeim væntingum sem eru gerðar hverju sinni til þess að ná alltaf næsta skref og það þykir líka bara, þú veist, merkilegt upp á þegar maður er að reyna að komast á næsta stig. Einmitt. Að því við vitum alveg þessa kana sem að voru að koma til Íslands til þess að spila og einn af ykkar bestu mönnum skilur þess að Brenton Birmingham, hann fær íslenska ríkisborgararétt og það gaf honum betri tækifæri á að geta spilað í stórum deildum út í Evrópu, Spáni og hann fór til Frakklands og Damon og Darrell Keith Lewis og svona en það er ekkert, þú ert ekkert með þetta Evrópu afslátt þarna og mér finnst það dálítið magnað hreinlega bara. Já, það getur hjálpað þér í löndum. Já, það getur hjálpað þér í nokkru löndum, þú veist, eins og í Frakklandi getur það hjálpað þér á Spáni, en það gerir ekkert fyrir í Gríklandi, þannig að þú ert bara að tala eins og hver annar útlendingur hér. Ef ég væri þú, þá væri ég alveg hrikalega montir, þannig að... Ég reyna að hafa báða fæturnar í rauninni. Segðu mig, þið hafið verið á bara mjög góðu rönni, skilur þetta landsliðið, ég það ekki? Jú. Erum við ekki bara, hversu langt getur íslenska landslið náð? Núna við vorum bara svona stutt fram á veginn, þá stefnum við náttúrulega bara ná á Eurobasket og og svo langar okkur náttúrulega að gera meira en að komast á Eurobasket en við erum náttúrulega að byrja því en ég held að við séum alveg með lið sem getur fara að vinna einhverja leiki á Eurobasket líka. Við þurfum að vera heppnir náttúrulega með riðil og annað. Þetta er búið að vera síðustu 2 Eurobasket hjá landsliðinu hafa verið verulega erfiðir með leiki að gera, þannig að vonandi verður einhverju leiki sem hægt er að taka. Þannig að það er svona þið eru nokkrir að spila á bara mjög háu leveli, þannig að við erum bara komin með mjög gott lið, er það ekki? Jú, það og líka bara samsetningin í liðinu, þú veist.
svo má ekki gleyma því bara hversu ótrúlega gott starf eins og Krek hefur unnið, þú veist. Hann passar bara eins og flýsar rassi í þetta, þú veist, hvernig hann nálgast verkefnið alltaf að hverju sinni, þú veist, við fáum að vera við sjálfur, það er samt svona atvinnumanna umhverfi í kringum þetta. Þannig að þetta er einhvern veginn allt voða þægilegt þarna í kringum landsliðið, það er allavega búið að vera mjög gott undanfarin ár fannst mér. Bara, já, góður hópur og væntanlega munar rosalega að hafa eitt stóran öflugan eins og hann að Tryggva. Já, hann munar. Mjög hæfileik, ekki bara hæðin, en bara hann er bara frábær leikmaður. Já, bara gegn. Munar svona stóran, eða ekki? Það bara munar öllu, við værum ekki á þessum staði ef það væri ekki fyrir hann í dag, sko. Þannig að, þú veist, þetta er eina leiðin okkar til að geta keppt við þessi betri lið og hann er eiginlega bara lykillinn að þessum árangri í undanförnum árum, þannig að það er rosalega gott að hafa hann annað. Já, þessi íþrótt, það er ekki verra að vera með góða hæð, það er bara þannig. Og svo getur bara feikt púsl í kringu það, þannig að menn hafa verið að kaupa bara hlutverki sín vel og skila þeim mjög vel, þannig að þetta hefur gengið mjög vel upp á síðkastið, vonandi höldum áfram bara að byggja á það. Umleiðu þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út blaðið okkar í hverri viku, því er dreift á 30 stöðum á Suðurnesjum og 4 á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars fyrir Grindvíkingana sem eru fluttir. En við erum líka að skrifa nýtt efni á vefinn alla daga, ýmiss konar fróðuleg umfjöllun og nýjar fréttir. Og þá eru fréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar í alla okkar miðla. Þannig að endilega senda okkur hugmyndar á vaff@vaff.is. Við þakkum fyrir að sinni, sjáum síðar, verið sæl.